Það er nú ekki alltaf verið drauma mótherjarnir að mæta Keflavík í úrslitum en þið þetta verður nokkuð sátt við annarsæti. Já, stendur náttúrulega einu sæti hærra en niðurst á annarsæti og Keflavík í undanúrslitum, þannig að það verður bara spennandi að fást við það. Við erum búin að vera með ágætis tök á þeim bæði í ár og svo líka síðast ár. Þannig að verður þetta bara walk in the park eða hvað? Nei, langt í frá það. Þetta verður bara, ég býst í hörku viðringum. Keflavík með gott lið og góðan þjálfara og við höfum unnið 3 leiki á móti einum í deildinni en núna hefst bara nýtt mót og nýr áskorun og eins og við þurfum að vera að spila hörku leiki til að komast í gegnum þetta. Annarsæti í deildinni, hverju þakkar þann árangur? Var einhver ákveðin stund sem að þetta fór í þá átt hjá þér? Ráðning Lilju Hardy til dæmis eða er einhver ákveðið sem þú getur þakkað hann árangur? Ég vil ekki gera lítið úr þátt Lilju Hardy í þessu liði. Hún er búin að vera alveg frábær í vetur og hennar besta season á Íslandi. Þannig hún er alltaf hjálpað alveg gífurlega en nei, við erum með góðan hóp, við erum með breiðan hóp og þannig að það er mikil samkeppni á æfingum, það er mikil samkeppni í hópnum og það hjálpar bara alltaf til. Þannig að við byrjum alltaf ekki eins vel eins og við ætlum okkur en fljótlega komst það bara svona samlíkt ról, þannig að við haldið bara nokkuð góðu jafnvægi í alla vetur. Hvað er það svona sem kemur til með að ráða úrslitum gegn Keflavík? Bara skora og meira það er. Nei, það er blútið gamla góðið þessu. Það er náttúrulega varnarleikurinn sem vinnur svona viðregnir. Við leggjum mikla áherslu á vörðin hjá okkur og frákastabaráttuna og ég held að það sé bara sem dálítið svona verði þessari seríu. Þeir sem vinna þessa baráttu, sérstaklega frákastabaráttuna, það verði liðið sem verður dálítið von á.